Jæja, svo hérna koma nú reyndar nokkur fyrirtæki í röð sem eru svona sum þeirra hætt og sum veit ég ekki nógu mikið reyndar og það er búið að segja minnst þrisvar við mig þú ert að gleyma netaverkstæðinni í fiskveiðinni og ég veit það upp á mig, mér vantar bara upplýsingar það. Þannig ég fikk alveg hérna í lok þingsins og eftir ef að einhver veit meira það að segja mig meira það því ég bara einhvern veginn náði ekki að festa einhvern almennilega fingur á ég fann engan einstakling sem gat sagt mér nógu mikið það. Það er svolítið spurning hvað maður tekur með og hvað maður tekur ekki með og það eiginlega byggði mest á því hvað ég gat fengið upplýsingar og það var náttúrulega heimatökin hjá mér að fá upplýsingar NES, netaverkstæði Einar Sigurðssonar. Ég fæ ekki neinar beinar upplýsingar hvernig þetta byrja því að það er náttúrulega byrjar í framhúsinu, Bríðihúsinu og þá er það bara fyrir bátanans Einars ríka upphaflega. Ég fékk það staðfest að 1959 þá er Finnbogi Ólafsson að vinna þarna, þá er Siggi á Eiðum að vinna þarna, Gísli á Skansinum, Gvendur Eyja, þannig að það er fullt af fólki að vinna þarna þá. Halldór Svavarsson, hann er að vinna þarna þá. Svo verður það, Friðfinnur Finnsson er hérna útgerðarstjóri hjá Einari ríka 1964 til 71 og hann kemur á máli við Engilbert Halldórsson sem hafi lært í Reykdal og netagerðarmeistari. Þetta var alltaf spurningin að fá réttindamenn til þess að reka verkstæðin og hann kemur á máli við Engilbert Halldórsson að reka þessa netagerð fyrir bátana og til þess að sinna trollbátum Einars og hann tekur því og árið síðar byrjar Hreinn Úlfarsson sem hafi lært að Kidda Manga. Og þess vegna segi ég nú 64, það er eiginlega það leyti sem Engilbert byrjar þó að það hafi náttúrulega verið unnið þarna áður. Rafvinnslustöðin, hérna, sko fyrst er þarna hérna fyrsta verkstæði, svo fer það í vöruhúsið, er það ekki? Einhver sem að mann. Í kjallarann á vöruhúsinu. Það er Himnisgötu. Og svo er það á Himnisgötu 2, já. Endar það. Rafvinnslustöðin kaupir síðan netagerðina Ingólfur 1985 og svona 1992 þá leggst þetta niður. En það sem að mig langar að þessi sína er hérna til dæmis þessi frábæra mynd þar sem Engilbert og Hreinn Úlfarsson sjáuðu með þetta er á Skansinum. Þetta er alveg svakalega skemmtileg mynd. Og hérna er Engilbert og Anders Bergesen á bryggjunni. Þessir menn voru allir viðloðandi þessa netagerð. Þegar ég kynnist Engilbert, þá hérna var hann rosalega upptekinn af þessari vél og netafellingavél og var alltaf að tala þessa netafellingavél og ég hlusta á miklar einræður þessa netafellingavél og hvað þetta væri mikill munur og geta setið við þetta og hvað þetta létti mikið og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þegar ég fór að taka þetta saman þá hugsaði ég með mér það verður nú að ég verður að fá að vita eitthvað meira þessa vél og það var úr að ég fékk svakalega góða lýsingu frá Hlyn Ríkharðssyni skipaliftinu ekki, já, þessa vél. Netagerðarmenn í Vestmannaeyjum kom á orði við Jón Leásson, hugvitsmann, hvort ekki var hægt að útbúa eitthvað maskínu til að létta þeim vinnu sína við netafellingu. Jón fann snemma lausn og hófst þegar handa við að smíða vél. Upphaflega þurfti að prjóna netið upp á fellingapípur og voru þær búnar til úr rafmagnsrörum og útbúin kragi á þau með aðstoð breyttrar brauðristar. Síðan fóru netin að koma á pípunum frá söluaðilum og má sjá þess merki í Gaujulundi þar sem grindverk úr fellingapípum sem féllu til á netaverkstæðunum. Framleiðsla vélarinnar hófst fyrst hér í bæ 1975 og var Jón þá í samstarfi við vélaverkstæði GG framleiðslu þeirra en síðan Gunnlaug Axelsson hjá vélsmiðjunni Völundi og hófst smíði á vélunum þar.
Þar hófst samstarf Hlyns Geirs og Jóns Leóssonar sem átti eftir að vera með hléum í 10 ár. Í Völundi voru vélarnar smíðaðar á efri hæð hússins þar sem ýmis tilraunasmíði var stunduð. Þegar vélsmiðjurnar Völundur og Magni sameinuðust og stofnuðu skipaliftuna, fengu Jón og Hlynur aðstöðu í Magna og voru þar á efri hæðinni í 2 ár við smíði á fellingavélum og segja má að þeir væru með verksmiðjuframleiðslu á vélunum, voru með 12 vélar undir í einu, gengu á milli og settu þar saman að hætti Henrys Ford á færibandi. Hlynur Geir telur að smíðaðar hafi verið 100 til 200 vélar í það heila og eru þar enn notaðar víð land. Þetta fannst mér alveg stórmerkilegt. Er ennþá verið að nota þetta? Já. Þið sjáu þarna hugvitið sem að þarna kemur. Hérna hefur kviknað þarna og kemur allum til góða. Þessi hérna, við vorum að tala að víða hefði líka verið unnið í heimahúsum. Þessar myndir finnast mér alveg dásamlegar. Þetta er allt fjölskyldan, pabbi, mamma og börn. Næst ætlum við aðeins að tala Netagerð Njáls og Sigurðar Inga og sem síðar verður svo Netagerð Njáls og Eyjavík líka. Sigþór, vilt þú segja eitthvað þetta? Nei, hann vill ekkert segja þetta. Sem sagt, Netagerð Njáls og Sigurðar Inga hóft Garðaveg, það sem nú Gottorp í Nöf, áramótin 75-76 og flutti síðan reksturinn í síðsta húsið á Básaskipbryggu 76. Við erum svo komin í hús á Eyðinu 80-81. Síðan selur Sigurður Ingi Njáli hlut sinn í fyrirtækinu og þannig það splittast upp og Sigurður Ingi heldur áfram með Eyjavík og Njáll áfram með sinn hluta. Og Njáll til 1996. Þessar myndir eru af netaverkstæðinu hjá þeim. Hér eru krakkarnir, Snemmabrauðs krókurinn. Hallgrímur Njálsson sinnir núna annars konar netum. Hér þetta líka frá þessu fyrirtæki. Svo erum við komin hérna á netaverkstæði Samtóks. Það var eitt af þessum fyrirtækjum sem kom inn og ég vissi saman sem ekkert Þjónustaði 2 ára Samtóks fyrst í Tangásinu og síðan til að endilega komi athugasemdir ef ég misskilur eitthvað. Eiríkur Sigurgeirsson þarna og Guðlaugur Jóhannsson voru 4 þegar flest var og hérna sjáu þið, ég ætla nú búin að breyta þetta Siggi Evu en það veistu það ekki? Já. Svo hefur netaverkstæði Vinnslustöðvarinnar var í Tangahúsinu og í húsnæði Fiskives áður en það flutti í núverandi húsnæði. Það Þórður Hallgrímsson í forsvari og hefur verið frá 89, Jóhann Georgsson frá 90 og undan þeim var Guðfinnur Þorgeirsson og Ármann Böðvarsson eða Mansi. Og þá hefur það líklega tilheyrt Knörr eða hvað? Já. Ég held að við séum með fullt í viðbót af fyrirtækjum sem við höfum eftir að taka saman Svo kemur hér eitt netaverkstæði Netamas 1993-2016. Uppfélag stofnað til að þjónusta skip útgerðarfélagsins Sæhamas. Fékkst aðalega við netafellingar ásamt almennum net- og trollviðgerðum. Er á flötum 31, síðan flötum 21, strandvegi, þessum frosturvar og loks að Garðavegi 15. Þetta fyrirtæki það færir út kvíarnar og tekur að sér önnur verkefni, alls konar verkefni, kaupir fjölverk, net- og vélaverkstæði, bifreiðaverkstæði, smurstöð, karaviðgerðir, gerð sortuna og enn starfandi, í eigu Guðjóns Rögnvalds og Ragnheiðar, en netaverkstæði lagðist af árið 2016. Hér sjáum við 2 kappa. Ég er búin að tala við Sigurstein Óskarsson um ýmsu netagerð og hann rýkur alltaf til Kanarí í hvert skipti sem ég tala við það. Þannig að ég náði ekki að halda honum.
Þessi hérna dásamleg. Svo það ísveps. Birgir Guðjónsson, ætlaðir þú ekki að taka ísveps? Það er eitt af nýjum fyrirtækjunum okkar en á mjög gömlum grunni, byggt á gömlum grunni. Já, sælverið aftur, ég segja nokkur um Ísveit, þetta náttúrulega ungt fyrirtæki og ég get alltaf að segja þannig, en mikið gott fyrirtæki. Og Ísveit eitt öflugasta fyrirtæki á Íslandi á sviði veiðarfæraþjónustu og sölu útgerðarvöru. Í Vestmannaeyjum rekur Ísveit eitt stærsta og fullkomnasta notaverkstæði landsins. Þar alhliða veiðarfæragerð með víraverkstæði á Vesturlandi. Megináherslan lögð á uppsetningu og viðgerðir á nótum, fljóttrólum, humatrólum, fiskitrólum og dragnótum. Ísfell rekur 7 netaverkstæði vítt og breitt landið. Vildi þannig til að Ísfélagið átti netagerðan Ingólf en hafði verið til sölu í einhver tíma. Árið 2002 keyptu eigendur Ísfells netagerðan Ingólf og var verkstæðið rekið undir merkjum Ísfells í nokkur ár. Ísnets, í nokkur ár. Þeir létu ekki þar við sitja Ísfellsmenn og keyptu einnig Net hf áramótin 2015-16 og þá var nafni fyrirtækisins breytt úr Ísnet í Ísfell. Loksins var netagerðin komin á bryggju og nú hægt að taka veiðarfærarinn beint inn í hús að kajanum. Einnig var byggt nýtt hús við gamla nethúsið sem verður 100 metra langt fyrir nætur úthafsstrók. Sem sagt aðstæðan verður vart betri. Það er búið að vera mikið að gera síðan netaverkstæðið á flötunum, það er Ísnet, fluttir og klefabryggjur. Ég veit að eigendur og starfsmenn fyrirtækisins hlakka til að vinna með útgerðarmönnum og sjómönnum og leggja þannig grunn að góðu mannlífi í Vestmannaeyjum. Meira var það nú ekki Ísfell. Takk fyrir.